Já, þetta sérstakt kennslumyndband sem ég ætla að vera með til að sýna ykkur hvernig besti kokteil í heimi blandaður. Að sjá þetta unga babyface hérna, skegglausan, óhárprúðan. Ó, vá, hver hefði trúað því að eftir 5,5 ára ég myndi ennþá vera hér, ok, ekki hér, þetta ekki sama staðsetning, ég bý enn í Breiðholtinu, það hefur ekki breyst, en allavega 5,5 ári síðar nú komið að 50. og seinasta vínmyndbandinu mínu, og holy shit, þetta nú búið að vera meiri ferðin, ha? En ok, ég ætla að útskýra aðeins á eftir nákvæmlega af hverju ég að hætta við myndböndin og hvað annað ég að gera í lífinu kannski og whatever. En þið komið hingað fyrst og fremst að sjá mig detta í það, þannig ég ætla að byrja á fyrsta drykknum núna strax. Ég spurði nokkra vini mína og fólk á Facebook, Jóhann Fenix Facebook síðunni hvað ég ætti að drekka í myndbandinu. Tillögurnar voru misjafnlega góðar, en vinkonan mín Jóhanna á fyrstu tillöguna situr við. Hvað er það Jóhanna? Já. Og þetta Sambuca-skot og ég sá þetta bar þegar ég var að vinna. Það kom gæi inn og hann báði Sambuca-skot í hvítingsglasi, kveikir í því, setur síðan hendina yfir, slekkur í eldinum, andar inn gufuna frá Sambucanu og tekur skotið, setur dropa hérna og snortar síðasta dropan. Ok, ég ætla að gera þetta mínus það að snorta seinasta dropan, það hljómar idiotic. Hvað meinar þið? Það er part of experience. Part of experience-inu. Herðu, sko, við erum mjög góðir vinir og allt það, en ef þú einhvern tímann stekkur fram á hústaki á 50. hæð og segir að þetta sé geðveikt gaman, þá mun ég bara segja, já, ég vissum að þér finnst það gaman, en ég ætla ekki að fara að fordæmi þínu bara því að þú segir mér að gera það. Ég er ekki alveg það, svona, going with the flow, gæi. Ef ég sé fyrir fram að eitthvað sé slæm hugmynd, þá ger ég það ekki. En já, sem sagt, núna var einhver tæknir við þetta? Þú hallar þessu eða eitthvað? Ég ætla ekki að bara kveiki shitið. Já, það kom ekki þetta eftir. Nei, ég veit ekki. Það er kannski, þetta Sambuca er líka eldgamalt, það kannski hefur eitthvað málið að segja. Svona eldspýtur. Ég veit að það var kanti funky, en... Það var alltaf mjög spes lykt af þessu. Ok, ég veit ekki hvort það sé af því að ég reynd að kveikta þessu eða hvort það sé alltaf svona lykt af Sambuca, en... Ok, sen er þetta alltaf bara svona lykt af þessu. Ok, veistu, ég ætla bara að reyna þetta... Ég ætla bara að sjá mig, ég ætla að hella þessu aftur í flöskuna og sé hvort það sé eitthvað. Ég ætla bara að halda gufunni hérna, þannig að... Nei, þetta er ekki alveg, það gera sig. En ok, ég ætla að get sig í Sambuca skot. Bæði að ég fucking hata Sambuca. Ég veit ekki hvað ég er búinn að eiga þessa... Ég held að þessa flösku sé ég búinn að eiga sennilega síðan 2015, nei 14 allir leið með að segja, síðan myndbandi 17 þegar þú varst ekki, Júlíus, ég og Arna vorum að gera þarna Blue Cadillac. Vá, ég er átt þessa flösku í fyrst skipti og það er annar tappi? The fuck is this? Öryggis Jóhanns tappi. Einn ástæða til þess að eiga fucking Sambuca er út af bláum Cadillac, því að þetta er ekki gott eitt annað. En já, takk fyrir. Þannig að þá skulum við bara vinda okkur beint í næsta drykk. Næsti drykkur er eitthvað sem Júlíus lagði til. Komdu hérna. Já, það er ég. Júlíus vildi að við byggum til nýjan drykk sem að myndi heita bara, hvað var það, Flaming Phoenix? Já, Flaming Phoenix, já. Nema hann vildi líka hafa mjólk í þessu. Já, það er bara út af Malibu mjólk, sko. Það er svona hans svona defining moment svona í þessu hérna starfsferli. Það sem aftur að ritað á leggsteininu. Já, er að hann kom með Malibu mjólk. En allavega síðan voru fleiri að kommenta á hann frá og það komið nokkrar tillögur manni að við enduðum einhvern veginn í að þetta ætti að vera Fireball,
Campari og Malibu. Og við langar aðeins að tala sérstaklega Campariinn í smá stund. Upprunalega pælingin mín fyrir Vín 50, lokað myndbandið, var að ég myndi bara taka fyrir Campari og blanda nokkra drykki. Vegna þess, ég held ég að ég sagt þetta áður í einhverju myndbandi að ég man ekki, talaði að... Var það ekki Fernet Branca myndbandi? Jú, Fernet Branca væri næst ógeðslegasti drykkur sem ég nokkuð síðan drukkið. Þetta sá ógeðslegasti. #1, king of the world, no comparison, bara the champion of champions. Þetta ógeðslegasta áfengi sem að runnið hefur niður kverkarnar í fólki. Og ég ekki ánægð með að þetta skulle hafa partur af tillögunni, en... Þetta raukt, sko. Þetta raukt, sko. En fyrst þetta partur af tillögunni, þá ég náttúrulega að taka eitt skot af þessu einu og sér bara, get it out of the way. Viltu aðeins, kannski fara í Júlíus, að ég var örugglega eftir að snar tryllast og bara reitsa eitthvað og drepa næstu lifandi lífveru. Ok, þetta fallegt á litinn, þannig að eiga það, en það bara blekking, sko. Don't trust it, sko. Lyktin minnir á eitthvað sem að tannlæknar sitja upp í mann. Ég veit ekki alveg hvað þetta sem þeir eru að nota alltaf að halda tönn, en eitthvað sem, ég hugsaði bara það næst yfir til tannlæknis, eitthvað sem þeir eru að nota upp í þig. Þetta lyktar eins og það. Veistu, ég pæli því Fernet Branca að verða, en þetta mjög nei, nú eftirbræðið að koma, skóla þessu niður. Bragðið ennþá. Viltu smakka þetta, Júlíus? Já, ég geða spenntur. Júlíus, já, til þetta gott, ég ætla að Já, þetta svona... Það samt mjög spes lykt af þessu, sko, ég voru að segja það. Já, úi, maður. Þetta svona... Þetta bragðist bara svona eins og fucking... að borða fucking concrete eða eitthvað. Já, en já, ég ætla að blanda... Vilt þú ekki vera í þessu með mér? Ég gerum einn annan. Ég á ekki 3 sjúsa glös, þannig að þetta verður svona... Þetta cirka skot. Við vitum vel hvernig ég með mælingar á skotum. Ég mæla ekki hluti í skotum, ég mæli hluti í slurkum. Íris alveg hérna á sófanum off camera, hún alveg krinsar í hvert skipti sem að ég nauðga íslenskunni í rassinn, sko. Og seinast ekki síst Fireball. Campariinn, sko. Vona Fireballinn eftir að deyfa þetta. Já, ég líka. Það kemur svona spes litur á þessu. Já, mjög fallegt á litin, skál. Já, skál. Já, Fireball. Ég var bara að tjögga þessu. Já, tjöggum þessu, þetta er bara stórt skot. Þetta ekki slæmt, sko. Já, heyrðu. Það meira Fireball eftirbragð en samt smá svona Campari. Campari Base, Fireball eftirbragð og Malibu, kannski settur ekki nóg. Já, ég held að þetta tvent svo bragðmikið að það deyfir bara Malibúið. Malibúið kannski bara deyfir aðeins vonda bragðið í þessu, ekki mikið meira en það. En allavega, þú veist, ekki mjög slæmt, það mjög hard hitting, sko. Ég held við tökum stulli og síðan höldum við áfram með smjörið, þetta ekki? Já. On with the butter. Í anda jafnréttis þá var sjálfsögðu ósanngjarnt að bara við strákarnir þurfum að þjást í þessu Campari. Þannig að ég krefst þess að Jóhanna og Íris komi hérna og fái sér báðar sitt Campari skotið sjálfar. Komið stelpur. She's all yours. Þeim út af hérna. Hefur smakkað það? Já, þetta ógeðslegt. Nice. Skál. Hei. Jóhanna verður sendið ágætlega. Þetta gómsætt. Þetta bragðast ekki eins og eyrnamergur. Mér finnst það ekki vont, actually. Þetta er ekki eitthvað gott, en þetta er bara old fashioned. Veistu, þú actually mátt eiga flöskuna eftir myndbandið, þú veist, því ég ætla svo saman. Ég er ekkert eitthvað að hata þetta.
hann Tryggvi vinur minn sem að gat í mér ekki verið hér í dag því að hann að flytja til Noregs og bara örugglega alveg fuck busy. Hann bara mældi með að ég myndi blanda drykk sem að heitir kynsjúkdómur. Og ég hugsa að blanda eitt þannig núna. Langar ekki einhverjum í kynsjúkdóm? Jú, ég var til í. Ég skal gefa þér kynsjúkdóm. Þegiðu, Kolbeinn! Þá þetta minnir mig hann tók ekki fram nákvæmlega, sagði bara að þetta væri spiced rom. Ég keypti Captain Morgan Black Spice bara því ég kannast við það, eins og mjög góður drykkur, mjög gott rom, mjög gott kryddaður rom sem sagt og þessu er blandað út í ginger beer. Hvað er ginger beer? Ég veit það ekki, ég hef aldrei drukkið þetta áður. Þetta er eitthvað óáfengt, þessa tilteknu flösku keypti ég í Hagkaup og þið getið ekki ímyndað ykkur hvað ég hata það mikið að fara að versla og vera að leita að vöru sem ég hef aldrei keypt áður og ekki vitað nákvæmlega hvar ég finn hana. En þetta blasti bara við, bara leið við fórum að Hagkaup, þannig bara takk Hagkaup, ég elska ykkur. Bara maður eins og ég sem hatar að fara út í búðir að bara leita að vörum, það er mjög gott að finna að var svona auðvelt að finna þetta. Og það var viljandi gert út af mér veit ég ekki, en samt takk. Ja, ég þarf virkilega að emphasize þetta, mér finnst virkilega leiðilegt að fara út í búð og versla. Það er bara eitthvað, it's a struggle. Það er virkilega að finna með eiginkonu til þess að redda þessum málum fyrir mig. Ég held að þetta sé sannlega gott hlutfall. Þið kunnið að vera að velta því fyrir ykkur núna það sem heitir seinasta áfengisvindaði mitt hvað ég ætla að gera í framhaldi af þessu, hvort ég myndi bara hætta að upplóta myndböndum á YouTube. Og nei, ég er ekki bara hætt að upplóta myndböndum á YouTube, ég meina eins og þið hafi tekið eftir, eða örugglega ekki tekið eftir, smiðað við viewer countið, þá alltaf er ég vikulega eitthvað að upplóta einhverju gaming shiti, mér finnst mjög gaman að gera, það er meira bara svona hobby. Svo er ég með nýja YouTube síðu, þar sem ég er að tala dægurmál, pólitík og þess konar boring hluti, kannski götum aðeins inn á klippu af því. Okay, you know, I'm not a woman, but something tells me that I would be offended if I wrote this. If people would think about the language that is used about women, cows, pigs and other animals, people would see how these living creatures are often put in the same category. What? Þannig að þið viljið sjá mig hrósa eða gagnrýna núverandi ríkisstjórn eða bara tala hín og þessi málefni minni hlutahópa í samfélaginu og allt þetta þá bara ranta hitt og þetta sem tekist í Íslandi þá tjekkja á nýju YouTube-brásinni mínu Das Radikal. Allavega, kynsjúkdómur. Oh my god. Wow, þetta er fucking gott sko. Andjóks, ef einhver gælla kæmi upp að mér og ég vissi að hún væri með kynfæra vörtu eða frunsu eitthvað og myndi bjóða mig þetta, þá myndi það vera þess virði að sofa hjá henni. Þannig ég skil alveg af hverju þetta heitir kynsjúkdómur. Ég býst við að það sé pælingin. Andjóks, ég hef ekki hugmynd af hverju þetta heitir kynsjúkdómur, ég er bara bullandi eitthvað. En þetta er allavega góður drykkur, það er það mikilvægast sem við þurfum að hafa í huga hérna. Þetta er góður drykkur. Vill einhver koma að smakka? Já. Já. Lóð mér að veita þér kynsjúkdóm í glasi. Bara ræfnilegt fyrsta skuld hjá mér, sko. Kynsjúkdómur í glasi. Þetta ætti að vera nafn á hljómsveit. Já, ok, on it. On it, nákvæmlega. Ójá, þannig að þetta er klárlega það besta sem ég blanda á drukki hérna í kvöld. Þannig að, já. Ok. Ég hef pínu í glasi. Næstu drykkur. Annar drykkur sem að mikið var mælt með að ég myndi hafa einhvern í myndbandi er eitthvað sem heitir Irish Carbon og í því er þessi bjór hérna sem að þið kannski kannast við, hann heitir Guinness og þetta er einmitt þessi bjór sem að allir hérna bjórkondensúrarnir í heiminum hérna eru að hugsa þegar þeir fitla við sig á næturnar. Þetta er eitt mest ofmetnasti bjór í heimi. Bara fokk alla bjórexperta, nei. Meira segja fyrir dökkan bjór þá er þetta bara lame. Þetta er ekkert nema froðu og reykbragð af þessu. Þetta er bara... Mér langaði bara að koma þessu fram mér í síðasta myndbandinu mínu og það er fólk handa við kameruna sem er að hóta mér lífláti akkurat núna. Það er bara suck on these nuts sko, fuck you.
En já, Íris, þú ætlar að kenna mér að blanda Irish Carbon. Ég hef drukkið þannig áður en það var bar, en ég kann ekki að blanda þetta. Bara keyrum þetta í gang. Hann keyrir sig sjálfur í gang. Já. En já, eins og þið nafnið hljómar, þá Irish Carbon svona frekar offensive nafn. En þú veist, svona eins og nefna drikkskilur 9/11 eða eitthvað. En ég meina, þú veist, hverjum ekki sama þjóðfélagslega vandamál, það bara að drekka. Ég ætti kannski að blanda drikk sem ég nefni Auschwitz. eða Kakao, eða Sachsenhausen. Sachsenhausen. Ok, þannig að cirka hálf Íris. Og síðan erum við með eitthvað whisky sem að ég hef enga hugmynd hvað það er. Hvaða whisky var þetta aftur? Scottish Liter. Þetta Scottish Liter. Venjulega þetta með Jameson, en þú veist, við erum bara hérna til að vera full og þá var hálft skot á því. Ég svona cirka eins accurate að mæla skot eins og Jóhann, þannig... Eitt smá þing, af því að ég hef aldrei smakkað Scottish Liter í myndbandið, þá var ég fyrst að taka eitt skot svona, testa þetta. Við ætlum að taka eitt skot af því. Bræðast þessu whisky. Þetta ekki eitt geðveik gott, ekki eitt geðt vont, þetta bara, ágætis whisky. Svona. Og síðan erum við með uppáhalds líkinn minn, góður mjölkursystinga. Örugglega líka allavega topp 5 hjá mér, sko. Baileys, sko, so creamy. So creamy. Það er svo gott að vera með þetta með ísnum eða shakenum. Nei, ég er að segja, farið hérna í Shaken Pizza og fáið ykkur Baileys milkshake. #sponsor me. Shaken Pizza. Já, það ekki þetta sem í... Það er í Egilshöllunni. Egilshöllunni, já, akkurat. Allir búin að segja mér að kíkja á þetta, ég hef aldrei ennþá gert það með þér. Við þurfum að fara eitt í það saman. Já, ég vil fara á staðið með þér. Og það sem ég ætla að gera er að þetta er svona drykkjuleikur, kannski eins og hérna Blue Cadillac. Þá ætlum við bara að hella þessu í sumið, þú veist, láta glösin dett og eitthvað. Ég er ekkert fancy. Já, þannig lærði ég þetta að þá var þetta í einu skotglas sem var látið detta ofan í, en það leit suppulega út. Þannig að ég held að það sé ekki besta leiðin að gera það. Og við erum ekki suppur, við erum bara bitur. Þannig þá ætlum við bara að hella þessu í Vodka. Wow. The student has become the master, sko. Nákvæmlega. Wow. Já, aldrei drekka þetta seinna heldur en svona fyrsta klukkutímanum þegar við byrjum að drekka, sko. Já, ég hef það því pæling við hefum kannski átt að byrja á þessum drikk og ég hefði kannski átt að vera með aðeins minna fastandi maga því þótt ég sé búin að bæta á mig sem ég byrjaði að taka bindböndið þá actually borða ég mjög óreglulega og alltaf í dag er búin að borða nánast ekki neitt, þannig að ég er með fullan tóman maga full af áfengi. En samt, án gríns. Ég drakk einhvern tímann svona þegar ég var búin að drekka nokkur drikki. Ældi í gegnum neðan á mér. Þú veist. Take it from me. Já, það er ekki þægilegt, sko. Júlíus var með tillögu eitthvað sem ég ætlaði að blanda í þessu myndbandi, tillaga sem ég var svo stupid að ég sagði nei takk, en Júlíus er persistent þannig að hann þarf að gera þetta sjálfur. Júlíus, hvað ætlar að blanda? Það er 50 Carlsberg, 50 Tuborg Græn. Þetta er náttúrulega highlightið í þessu myndbandi, sko. Þetta er cocktail ársins, sko. Það er hinn klassíski Tuborg Græni, danski, svona. Hvað málið? Ok. Það er svona ákveðið trikk við þessu, sko. Þú verður að hella þetta svona í on an angle, sko. At an angle. Þessi partur hérna er enda mjög legit. Fyrir alla sem einhvern tíðan hellir bjór í glas og flösku, þetta er aðferðin sem þið eru að nota. Já, basically. Þetta er svona learning experience. The more you know. Síðan er það Carlsbergin, sko. Sjá. Smá Tuborg í þetta. Og já, skál. Var að segja, þetta er bara besti bjór sem ég hef smakkað. Really? Jó, þú átti ekki eftir að trúa þessu, sko.
Vá. 2 bjór. Ég reyndar verður ekki það. Ég elska þennan hérna. Þetta var uppáhaldsbjórinn minn því að ég byrjaði að drekka árið 2006, af því að ég er gamall. Og ég er löngu bara að leið á honum, þannig að nú er ég curious. Þetta er merkilega gott! Ég fucking segja ykkur þetta. Þetta er cocktail ársins. Bjór fucking ársins. Þetta er eins og ennþá betri túborg græn, basically. Þú veist, þeir geta... Sko, Já, akkurat. ég drekk hvað sem verður ókeypis, sko, þannig... En, ok, wow, you were right. For once, Julius was correct. Já. Bjórinn hans Júlíusar. Já, eins og ég segi. Þegar ég hef rétt fyrir mér þá er það glorious, sko. Já, það gerist svo sjaldan. Já. Það er merkilegt nokkur 2 drikkir eftir og eitt að ég er þessi chili vodka, chili vodki sem að Jóhanna kom með. Jóhanna, þetta er reyndar held ég 3 manna verk. Eru ekki með einhverja byttu úr HÍ hérna sem getur verið í þessu með okkur? Here it is. En já, Jóhanna, hvað erum við að fara að drekka hérna? Þetta er heimagert, þess að nefndir Smirnoff og það er búið að vera, þú veist, ég setti bunch of chiliflugum í þetta og lítið þetta liggja í viku og hrist þetta 2 á dag. Ekki mikið lykt af þessu, basic bara. Ekki lykt af þessu, nei. Ok, þannig ég, hvað, setja það skot og setja þetta tabasco út í líka? Já, við gerum þetta extra spicy, sko. Bara splash, sko, þannig að þú mátt alveg klappa af aðeins. Máttu vera með meirinn splash fyrir mig, sko, ég er alveg þetta. Fíla þetta sterkt, sko. Ég er bara að drekka allt sem er búið Ekki frýtt, insist. Ég hugsa að þetta sé fínt. Ok. You asked for it. Þetta lítur út eins og fireball, eins og þú myndir halda fireball lítið út. Viltu að tappa það af eða gera heilt skot? Ég er bara að gera heilt skot. Nei, enda drekka það núna. Það er ekki heilt skot. Þetta er ekki heilt skot. Þetta er nógu gott, Herðu, við drekka. Það er þessu. Það hræðir í þessu, Skál, þetta er 50. vínmyndbandi mitt. Skál! Every day, please ekki lösingar. Ójá, Tabasco sósan sko, hún virkilega. Mest af þessu vodkin, hann er sterkastur. Ég er ekki alveg, ég fekk svo mikið Tabasco, ég er ekki alveg. Prófa sér. Ok. Shit. Jöp, áfengi svona Ég finn ekki fyrir munnum á mér. Já. En, þú veist, allt í nafni listarinnar. Die Kunst über alles. Drektur líkur. Ok, ég er að deyja, sko. Jöp. Holy shit, ég er að deyja líka. Jöp, þetta er sterk. Einhver annar sem vil prófa? Þetta er það sem að kynnsjúkdómur ætti að bræðast eins og, sko. Maður genur prófa. Drykkurinn sem að Jóhanna kom með, að chili vodkin, hann gaf mér eina geðveika hugmynd. Og þegar ég segi geðveika hugmynd vil ég taka fram að ég er geðveikt mikið í glasi. Þið kannist öll við Fireball shot, er það ekki? Og hérna er ég með rauðan jalapeno. Af hverju rauðan jalapeno? Vegna þess að grænn jalapeno er fyrir kettlinga og skagfirðinga. Þetta er það sem alvöru kallmenn fá sér. Og ég ætla að fá mér, af því að Fireball er ekki nógu fiery, ætla ég að fá mér Fireball shot með rauðum jalapeno. Ég held að myndbandi núna sé sennilega eitt af þeim topp 5 myndböndum þar sem ég er komin mikið í glas eftir drykkina sem ég hef drukkið í viðeigandi myndbandi. Þannig að taka það fram. Dómgreitin er ekki alveg upp á sig besta en ég held að þetta sé geðveikt. Rautt jalapeno sko, það er bara sko. Það er engin lykt að þetta er bara Fireball lykt en náttúrulega. Fokk já maður.
einn svona í botninn á öllum skotglösum. Þetta fáið Malibu, fáið rauðan jalapeno. Vodka-skot, rauður jalapeno. Bara... Það skiptir ekki máli. Ertu bindindis maður? Fuck it. Settu þetta í matinn. Settu þetta í allan mat sem þú ert að borða. Ertu að fá þér hafragraut, rautt jalapeno. Það enda að verða einn loka drykkur í boði Kolbeins. Kolbeinn, gott við það? Æja, þú ætlaðir að blanda eitthvað fyrir okkur eða ekki? Jú, það ætlaði ég að gera. Já. Þetta er náttúrulega Captain Malibu. Og við ætlum að blanda þetta í kók eða ekki? Jú, það er planið. Það er ekki vissum sko. Kók í bæði gröðsum fyrst. Byrja hér að setja smá kók. Bara pínlítið. Þú segist ofnaftur hvað? Vá, það er svona lítið. Stopp aftur. Stopp aftur. Já, svona fokkin lítið. Svo, smá þessu. Aðeins meira. Aðeins meira. Og líka hér. Og síðan aftur. Svona bitur myndu aðeins finna í Grafarvoginum, sko. Og svo er náttúrulega svolítið stágóðan dass á Stágóðan dass, ég kann að meta þetta. Eða eins og ég kýsa að orða slurk. Stágóðan dass á Malibu. Þetta kalla ég stágóðan dass. Og þá að lokum bæta smá við kókið til aftur. Ok. Bara smá. Ok. Ég læt þig ráða ferðinni hérna, Kolbeinn. Já. Og þá erum við hér að koma með hana Captain Malibu. Captain Malibu? Eða Captain Cock Malibu. Af því að það er með kók, sko. Já. Skál. Og áður en við fáum úr, þetta er þess að seinasti drykkurinn í seinasta vínmyndbandi Jóhann Fönix. And it's been quite a ride. Oh my god, hvað þetta er fucking gott! Ég sagði það, sko. Þetta er basically, með það sem ég sýndist og blandaði þessu, það væri bara 1/3 af hverju. 1/3 kók, 1/3 Malibu, 1/3 Morganinn og þetta kemur fárlega vel út maður. Holy fucking shit, sko. Það er bara, Kolbeinn, þú ætti bara að, carry on the torch eftir mig, sko. Hann ætti að vera með næstu, hann ætti bara að taka við vínmyndanda seríunni, líka við, sko. Kannski gera það einhvern tíma, sko. Sjáum bara til. En já, þetta væri, ef þetta senast drykkurinn, þá var þetta viðeigandi til þess að íta þér út af þetta mann. En bara að segja, mér langar að þakka öllum sem studdu mig í gegnum þetta og bara gaf mér hugmyndir af drykkjum og svona og langar að þakka sjálfsögðu Dilja og Sigga Jó og fleiri mjög dyggjum aðdáendum sem ég man ekki nöfnin á núna því ég er bara ófáinn fullur. En bara, þetta er búið að, eins og segi, it's been quite a ride. Ég átti aldrei vona að ég myndi gera 50 svona myndbönd. En einhvers staðar verða góðir hlutir að enda og já, þannig að ég myndi vennilega að segja stay tuned, en það er ekki til að segja stay tuned, af því að þetta er senast myndböndi, þannig að bara skál! Let's do it. Vilt þú blanda með þér? Nei. Þetta er einhver versti drykkur sem ég hef á ævi minni bragðað. Heitt og sveitt. Holy fuck, this is good shit. Júlíus, erum við ekki góður á þér? Við farin í bæ og verða hella þér. Það er, þú veist, mánudagur, klukkan er fucking 7, sko, þú veist. Ok, Kolbeinn var pínu seinn, þannig að hann er núna komin og hann ætlar að fá sér Campari líka. We had to suffer through it. Now you have to suffer through it. Jesus fucking Christ. Alright. You're right.